frábært að fá þig heimsókn. Já, takk æðislegt að koma. Ég var byrjað að tala fear of missing out. Þú varum að tala eins veðrið og það svona, ég held að við að því ég nýkomin að utan, þetta langan tíma, ég held við stundum ekki hvað það innprentað í okkur að við séum að missa einhverju ef það sól úti og við erum inni. Já. Þetta innbyggða FOMO í okkur. Ég held að líka sólarfómóið á Íslandi hefur aldrei verið mikið eins og núna. Þannig já, ég þekki fear of missing out alveg ansi vel, sko. Það? Já. Í mörgum, á mörgum levelum eða þegar kemur að veðrinu bara? Ég myndi segja bara nánast á öllum sviðum lífsins. Já. Það eitthvað innbyggt eirðarleysi sem ég þekki mjög vel en hef aldrei átt jafn lítið af eins og núna. Já, geggjað. Það ég myndi jafnvel segja ég væri bara í góð mínus hvað var þar FOMO þessa dagana. Já, frábært. Og bara síðustu árin eiginlega, sko. En það eitthvað sem ég búin að búin að vera lífsförnuti minn bara í langan tíma, þetta FOMO, sko. Já, þegar þú segir það, þá ég svoleiðis líka, sko. Ég hef alltaf haft svona greindum ADHD og tilhneigingi kvíða og þá svona einhvern veginn meira ennþá bara eitthvað á föstudögum og laugadögum. Sko, mjög mörg ár síðan ég hætti eitthvað að vera að fara út þá næstu því að það gerist eitthvað inn í kerfinu. Hlýtur að vera eitthvað gaman hjá einhverjum öðrum og ég á að vera að gera eitthvað. Já. Ég sko nýbúin að kynnast hinu hugtækinu sem svona andstæðan við FOMO sem JOMO, Joy of Missing Out og ég algjörlega nýt þess að einhvern veginn og það gerist nú ekki kannski oft en þegar maður hefur ekkert á dagskráni og maður getur bara einhvern veginn verið með fólkinu sínu, verið heima mér finnst það dásamlegt. Það ekki einmitt? Mér finnst, sko, fyrir mig það rosa eftirsóknarvert að vera þar og líka bara fólki sem ég umgengst. Mér finnst rosa gott að umgangast fólk sem ég finn að bara hvíli vel í sjálfu sér og ekkert á leiðinni neitt og þarf ekki alltaf að vera út allt. Sko. Já, algjörlega. Það eitthvað svona innri ró og eitthvað, sko. Já, og ég held að líka bara, sko, þetta lífið bara þannig að lífið kaflaskipt og ég held að maður þekki það sérstaklega og ég meina að þú þekkir það pottþétt þegar maður svona í svona einyrkjastarfi, þegar maður verktaki og maður að byggja sér upp einhvern svona karriér út frá sínum eigin persónuleika og sínu eigin nafni, þá náttúrulega það aldrei, þú stimplar aldrei út af vinnunni. Þú ert alltaf að hugsa næsta skref, þú ert alltaf að hugsa næsta verkefni og sérstaklega svona markmiðasækin og svoleiðis, þá einhvern veginn þetta innbyggða eirðarleysi. En þetta frábæð punktur sem þú ert komið með, því ég enn að læra þessa kunst að loka sjoppunni, þú veist, einhvern veginn, og reyna að búa til einhvers konar strúktúr þar sem að, þú veist, og þar svona til dæmis reyni ég að vinna, ef ég vinna í tölvu eitthvað, þá reyni ég að gera það sem minnst heima hjá mér og svona, þannig að sé einhvers konar svona girðingar þar sem að bara, nú ég ekki í vinnunni. Já, akkurat. Já, ég það klálega að vera betri því. Það? Já, alveg 100%, sko. Alveg 100%. Á sama tíma, þá eins og ég segi, þá svona hefur þetta eirðarleysi og þetta svona, hvað ég segja, já, þetta FOMO, ég hef aldrei átt, ég blítið af þessu, eins og núna, síðust árin, sko. Ég var var með manni viðtalið daginn sem einmitt aðeins að byrja að gera músík og hann kom með svo áhugaverðan punkt, hann sagði, sko, sköpun gengur út á að takmarka möguleika. Það að segja, þegar ég sest við lyklaborðið, þá ég með alla möguleiki í heiminum. Já. Sköpunin að byrja að takmarka. Akkurat. Og þá fyrir maður einmitt að hugsa að þessi fear of missing out eða þetta dót, þetta eirðarleysi, ofta því það bara of mikið af möguleikum. Já. Og því meira sem og það svona held ég, þú veist, þegar fólk bara komið í stabílt fjölskyldulíf og þú bara búin að velja og þú búin að takmarka möguleikana, þá smátt og smátt
sko, fattaru að þessi blekking að það sé svo frábært að vera með alla möguleikana að opna í raun og veru, þú veist, því svo talar við fólk sem býr í New York eða eitthvað, það sem bara, vá, hérna er bara hægt að fara á heimsklassa konserta í hverju viku, þú veist, með bara 1.000.000 veitingastæði. Síðustu 3 ár hefur manneskjan kannski verið að fara á sömu 4 veitingastæðina. Já, þannig að hún gæti alveg verið á Sauðárkróki bara. Já, alveg 100% sko. Og svo alltaf með hverju vali fylgir kvölin að hafna. Nákvæmlega. Það er bara svo leist. Það fylgir því að velja, það er að hafna. Það er bara svo leist. En er það ekki einmitt hérna, þú veist, á einhvern hátt allavega fyrir mig, að þá, þegar maður velur og hafnar þá, að þá er maður oftast, ef maður valdi þetta sjálfur og var próaktífur, þá er maður yfirleitt ekki lengi að hangi því að maður hafi mistað einhverju. Nei, og það er líka bara allavega mínu upplifun að þegar valið er tekið og þegar ákvörðun er tekin, þegar hún er rétt, þá er svo mikil ró sem að fylgir í kjölfarið, sko. En sko, fóreldrar mín hafa alltaf sagt, sko, ég hafa alltaf sofið með annað auga opið vegna þess að ég var svo hrædd að missa á einhverju og ég held að það sé bara mikið til í því en á sama tíma þá, sko, ég hef aldrei sofið að betur eins og þessi dagana bara með bæði augun lokuð og það er eitthvað svona, já, það er einhver og ég veit ekki alveg, sko, bara margir svona samhangandi þættir, sko, en ég held að COVID hafi líka að mörgu leyti svolítið svona allavega tóaði minnir á jörðina að mörgu leyti, sko. Bara róaði þig? Já, og það var einhvern veginn þetta, sko, það var ekki bara það að ég var ekki að koma fram eða ég var ekki að túra eða ég var ekki að gera, þú veist, alla þessar hluti sem að maður vanur að gera allan daginn, heldur það var engin annar að gera það heldur. Þannig að maður var ekki að missa af neinu, en svo náttúrulega bara einhvern veginn, eftir því sem að dagarnir liðu og mánuðinir og svo náttúrulega líka bara árin, það voru náttúrulega bara, þú veist, 2 árið eitthvað, þá, sko, ég veit ekki, það er svona einhvern veginn þessi svona jartenging sem að varð á þessum tíma, það allavega, ég held að það hefði verið svona byrjunin á þessu ferli fyrir mig. En hvað með þetta myndi þú að segja með að þú veist að engin annar var að gera? Það er aftur, ég velti þessu fyrir mér, sko, að því í raun og veru ætti maður að geta verið bara hvaða máli skiptir hvað aðrir er að gera. Já. En ég teki eftir þessu sama með mig, sko, sérstaklega kannski í gegnum samfélagsmiðl og annað, að heilin í manni er einhvern veginn og þetta er í gangi þarna, þetta og ég er ekki við séum hönnuð fyrir, þú veist, bara talandi um samfélagsmiðl og allt þetta, að vera að taka inn, þú veist, já, þessi er þarna, já, þetta, og þá er einhvern veginn heiliðin er að reikna að ég ætti að vera að gera eitthvað annað. Já. Einhvern veginn, án þess ég ætla að fara að glorifæja allt hafi verið frábærar í gamla daga, að þá einhvern veginn held ég að maður verði að vera meðvitaður að við erum ekki hönnuð fyrir að vera að taka við svona mikið áreitum og það býr líka til þetta eirðarleysi. Og við erum bara mötuð af hápunktum lífs annara allan daginn. Þú veist, maður sýnir ekki, þú veist, bara eins og til dæmis bara venjulegur dagur í lífi til dæmis sem bara, þú veist, mömmu á samfélagsmiðlum. Þú sérð, þú veist, þegar hún tekur barnið upp og kissir það, barnið er rólegt og er klætt í fínu fötin sín, en þú veist, en bara, svo er bara staðreyndin svo að þú ert að skipta á bleium allan daginn og þú ert með barnaælu á þér og þú hefur ekki tíma til þess að, þú veist, gera þig fína og sæta og þú veist, allt þetta er bara svona, en þú sérð þetta ekki, því þú sérð eitthvað pínulítið moment sem er bæði skriptað og hannað fyrir eitthvað svona visual, eitthvað svona sjónræna ánægju hjá einhverjum öðrum og þetta er matað onni okkur sem raunveruleiki, sem að það er ekki. Nákvæmlega, og ég held að við séum öll meðvituð um þetta, en á sama skapi tilfinningakerfið, skilur, þó maður sé alveg meðvitaður þetta er ekki svona glansað hjá öllum, að þá tilfinningakerfið er samt að taka inn, já, þetta er svona frábært hjá honum, já, þetta er svona aðeinslegt hjá henni. Þú djöðlega ég glataður. Já, einmitt. og ég held sérstaklega bara þegar kemur að börnunum okkar og unglingunum, að þá sé svo rosalega mikilvægt, þannig að það er fullt af rannsóknum sem sína sérstaklega unglingsstelpur eru bara upp til hópa komnar í rosa kvíða út af þessum samanburði. Mjög snemma. Og maður hefur auðvitað áhyggjur af þessari þróun, en mér finnst samt líka, sko, meiri meðvitund þetta núna heldur en var og mér finnst gaman að sjá, sko, það
einhver smá bylgja af sko bara fólki og líka ungu fólki sem að bara hreinlega hefur ekki áhuga á þessu og bara sleppur þessu. Samfélagsmiðlum? Já. Það geggjað. Og mér finnst vera alltaf meira og meira að því og þetta þessi svona stafræna heilbrigði eða svona digital health og allt þetta. Ég held að ég ætla hann með kenningu og hún gæti verið kolröng en ég held að það sé ekki langt þangað til að ungt fólk verði bæði miklu lausara við þess að þörf að vera alltaf í símanum eins og við höfum. Ég held bæði það og ég held að til dæmis áfengi muni heyra sögunni til eftir ekki langa tíma. Ok, þetta eru bjartsýnar pælingar. Já. Hvað ákveður byggir þér? Bara samtölum við fólk og mér finnst einhvern veginn svona sko mér finnst fleiri og fleiri til dæmis vera að hoppa vagnina að vera til dæmis áfengislausir. Mér finnst bara Klárlega. Mér finnst ég einhvern veginn sjá það í kringum mig bara fólki sem ég þekki að það fólk einhvern veginn og ekki af þörf heldur bara fólk bara einhvern veginn hefur ekki áhugan á þessu og mér finnst ég einhvern veginn sjá meira og meira því og mér finnst líka sko ég held líka bara með alls konar rannsóknum og alls konar bara svona hvað ég segja já, bara svona meiri meðvitund að fólk hafi bara minni þörf fyrir þetta og ég held að þessi margt líka sem kemur í kjölfarið að já, bara meiri meðvitund hjá krökkum og sko sjá bara eins og til dæmis bara orðræðina hjá krökkum í dag af því það er svo oft verið að tala svona neikvæða hluti bara já, þú veist PISA-könnunin og þú veist og bara það getur engin lesi lengur sér til gagns og allt þetta en á sama tíma þá finnst mér það er svo margt jákvætt líka að sjá bara hvað ungt fólk í dag er til dæmis laust við fordóma mörgu leyti og einhvern veginn hlutir sem að krakkar pæli ekki í dag sem að sko bara fólk af kynslóni fyrir ofan eru endalaust að pæli og þannig að ég held að það er svona margir jákvæðir hlutur ég held að bara sko samfélagsmiðlar, áfengisdrykkja og ýmislegt fleira, ég held að þetta svona fari allt í rétta átt það er svo stutt síðan bara sko þú veist, ég man bara þegar ég var sko úlingur og var að byrja var í menntaskóla og var bara að byrja að fara niður í bæ eitthvað á djammið þú veist, maður kom alltaf heim og ég drakk ekki þú veist, ég kom heim alveg gegnsósa úr sko reykingalikt og maður þurfti nánast að brenna sko og setja í terpentínu fötin sín og þetta er bara, þú veist, og í dag finnst okkur þetta fáránlegt sem að sko þetta er náttúrulega bara fáránlegt ég man eftir svona mómenti hjá mér þegar ég talandi þetta mitt, þegar ég sleppti snjallsímanum í dálítið langan tíma, ég endaði að vera 5 mánuði án hans og þá hafði ég farið og gengið Jakobsveginn einn og bara sleppti símanum og búin að einhvern veginn bara svona detoxa sjálf á mig rosa, svo lendi ég á miðnætti á laugadegi cirka, eða svona 11 á Íslandi eftir að hafa bara verið einn út í náttúrunni í rosa langa tíma og eitt besti vinur minn kemur og sækir mig og við erum svangir og segir við förum á Mandi niður í Ingólfstorgi og koma þarna og horfa á sko fullorðið fólk mígandi á sig liggjandi í götunni, ég segi bara ef að sko, ég allt í henni fekk svona moment þar sem ég hugsaði ef að allt hefði ekki verið svona á föstudögum og laugardögum áður svo væri nýkomið eitthvað efni á markað og allir myndu liggja svona og vera svona það væru allir fjölmiðlar á morgun að tala það að það væri eitthvað stórhættulegt efni komið sem myndi gera fólk heiladautt ég er svo og ég hugsa bara við erum búin að samþykja þetta svo mikið sem samfélag og okkur langar öll að vera félagsverur okkur langar að koma saman og hitta fólk og jafnvel hitta ókunnugt fólk og einhvern veginn höfum við búið til þannig að það eigi að gerast eftir miðnætt á föstudögum og laugardögum þegar allir undir áhrifum áfengis og þegar framheilin er ekki með svona ekki með þessum hömlum sem að hann hannar til þess að hafa sko og ég held að ef að áfengi væri til dæmis bara fundið upp í dag ég held að þetta væri bara, þú veist þetta væri bara stránglega bannað, það væri bara ekki séns að þetta er samþykkt á nokkurn hátt sko. Algjörlega. En og bara, þú veist, og auðvitað
auðvitað er það þannig að það eru alls konar hlutir bara í okkar menningu og sem eru með svona já, menningarlega samþyktir. En ég held að sé ekkert langt þangað til að áfengi verði bara svona, þú veist, ég myndi ekki segja ólöglegt, en ég myndi klálega segja eitthvað svona sem að fáir fyndu einhverja ánægju í, sko. Já, gæti verið, sko, því ég held að þegar ég var unglingur og maður var í menntaskólum að vera að byrja að drekka, þá voru einhvern veginn pressan var öll í þá átt og þá voru engar minnst þess að koma miklu fleiri fyrirmyndir núna sem að drekka ekki og hafa jafnvel bara aldrei drukkið. Algjörlega. Og þannig að þú þær ekki að sleppa þig að drekka því þau áttu áfengis vandamál. Nei. Heldur bara, þú veist, þetta er bara eitthvað sem má alveg velja, að maður bara drekki ekki. Sér bara eins og bara rappsinnan á Íslandi. Mér finnst annar hver hérna, svona sem stærstu röppurum á Íslandi, bara bindindismenn og bara fjölskyldumenn sem bara fara að taka gigginn sín og fara svo heim og kissa bönn sín góða nótt, sko. Góða punktur. Þannig, já, það er alveg rétt og fyrirmyndinar verða alltaf fleiri og fleiri af fólki sem að, vilur að gera þetta ekki. Ég er dálítið sammála því að áfengið sé, það er klárlega á niðurleið og gætir þetta sem þú ert að segja með samfélagsmiðlana, ég vona að þetta sé rétt að þér. Já. En ég bara, verandi sjálfur svona, ADHD strákur með svona fíknitilhneigingar að þá, þú veist, sé ég bara ég persónulega er alveg að lifa talsvert öguðu lífi, síminn er mitt erfiðasta, þú veist, þetta er erfiðasta fíkni. Já, og ég tengi svo mikið við þetta. Þetta er bara, hvernig þetta er að vinna með dópamínkerfi heilans, þetta er hannað af rosa færum aðilum. Já. Við erum ekki hönnuð fyrir að eiga við þetta. Nei, alls ekki og það náttúrulega þú veist, það hræði mig að þeir sem eru fremstir í að þróa þessi tæki, þeir leyfa börnunum sínum ekki að snerta þetta. Þannig að, já. Það því ég held, þetta er svo frábært, að því að maður er jákvæður, það er svo, þú veist, ég hugsa bara með hennar síma hérna, hvað þetta er frábært tæki. Þú veist, ég er bara með Google Maps, ég get hlusta á alla tónlist í heimi, ég get hlusta á þú veist, ég með allt inn í þessu litla tæki. Akkurat. Ef heilinn minn væri ekki með neinar fíknitilhneigingar eða dópamín ójafnvægi, þá væri þetta bara stórkostlegt. Akkurat. En við sjáum, held ég svona Guðni Gunnars talar að eina fíknin sé fjarvera og við sjáum hvernig fólk fer að sækjast meir og meir í fjarveru bara, ég þarf að vera bara í mínum heimi með símanum mínum og það er bara orðið erfitt að fara á klóstið á hans að vera með síman, það er bara erfitt að gera nokkuð skapaðan hlut á þess að ég sé alltaf að fara í síman. Akkurat. Hefur þið séð vídeóin sem að og ástæðan fyrir ég er búin að sjá það því að ég er á samfélagsmiðlum og þau eru að trenda þar þar sem er verið að tala um svona að fólk hafi svona það sem er kallað raw doggað, þú veist, eins og flug. Það sem að þú ert ekki með síma og þú ert ekki með neina afþreyingu og þú veist, fólk er svona að, og það er náttúrulega auðvitað svona ákveðin andstæða í þessu svona smá, kaltæni en á sama tíma finnst mér það mjög áhugavert að fólk er að, þú veist, er að móta sig af þessu á samfélagsmiðlum, að hafa sleppt samfélagsmiðlum í 15 tíma flugið eða eitthvað svoleiðis bara og setið og ekki gert neitt. Þetta er einmitt, talandi að þetta er orðið eitthvað trend hjá ungu fólki. Já. Sem segir mér að það er alveg að verða meðvitund að þetta sé eitthvað sem er dálítið flott. Akkurat. Ef ég fyrir 15 tíma flug, þú veist, ég er með hleðslubanka og ég er með iPadinn og ég er með síman og hann já, ég held að sé alveg klálega bara, það er bara klálega bjart framöndan, ég trúi ekki að það. Já, ég held að það sé rétt að þér, Því ég held að oft, þurfa hlutirnir að fara á einhvern stað til þess að við sem samfélag svona einhvern veginn, af því það talandi um þetta sem við vorum að tala um áðan að maður, þú veist, þetta hvað aðrir er að gera, þegar þú ert að segja eins og með COVID ég fekk ró af því hinir voru heldur ekki að spila. Akkurat. Við erum samfélagsverur og þess vegna held ég að öll þessi mál séu svolítið þannig að þú veist, það er tómt mál að tala ef ég er foreldri og mér langar að passa upp á símatíman hjá börnunum mínum. Ef allir hinni foreldrarnir er ekki að passa neitt upp á það, þá er þetta rosa erfitt. Já, bara algjörlega. Og samaskapi, ef ég er sjálfur alltaf í símanum, þá er rosa erfitt fyrir maður að banna barninu mín að vera í símanum. Algjörlega. Þannig að ég held á einhvern hátt verði breytingin svo að ég held á okkur langjöld bara að koma saman og vera í træpum og og vera ekki að hangi í símanum okkar. En það svona, hvað getum við sem samfélag gert til þess að ýta undir þá þróun, Já, og ég held að það sé bara eiginlega spurningin, bara hvernig eigum við betri samskipti, hvernig eigum við betri stundir, hvernig hvílum við betri í núinu og allt þetta, og það er erfitt að
það er erfitt að einhvern veginn að sko að vera svona rosalega exposed af. Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.